Stutt og lagat intro, þessi þáttur í boði Smitten, skemmtilegasta dating app á Íslandi. Þessi þáttur í styttirkantinum, en það bara því við erum í rosalegri tímaþröng. Við erum uppteknir ungir frumkvölar. Frumkvölar. Eru við frumkvölar? Ég myndi segja sem frumkvölar. En það held ég mjög ófrumlegt að búti podcast með vinninu. Já, það er fakt. En þetta er laust. Mér finnst bara hérna að það ekki það mörg podcast sem eitthvað svona sterakasti, get edgy, get cool, get rough. Þú veist, það er alltaf bara eitthvað bókmenntafræði eða spjallað dót, þú veist, við erum steroids. Ég hef oft sagt eitthvað í podcastinu sem er svona ég á ekki að tala um þetta. Ég hef alveg fengið bara, þú veist, ég meina það gali, hlutinni sem við tölum eru galnir. Við tölum einhver rung. Já. Við tölum að fá það í rungmúfu í podcastinu og bara persónulega reynslu og það er ekki það sem er gert venjulega hjá fólki, tröstu mig. Gerið þið það? Hefur þú gert það? Nei. Fólk hefur ekki gert það. Við vorum að spyrja myndaðalina bæði. Þú veist, spyrja þig hlustandi. Hefur þú gert það? Af því það var eins og að þú voru að spyrja mig og þú veist kannski bara hlusta á Spotify eða eitthvað. En við vorum að horfa myndaðalina og benda. Hefur þú gert það? Hefur þú talað við vinnina innilega sjálfsfróun? Gerðu það. Talaðu líka bara, þú veist, hvað ertu að horfa á þú gerir það? Ertu komið með einhverja ranghugmyndir eða? Ertu í ruglinu? Ég veist hvað best. Horfa á speilin. That's the most beautiful motherfucker on earth. Self-love. That's one pretty motherfucker. Damn, það er fucking crazy. Sexy beast. Það er eins og American Psycho smá. Það er smá þannig. Ef þið eruð single eða í opnu sambandi, I don't know man, og ready to mingle, þá er það nú bara eitt í boði fyrir ykkur. Og það er Smitten dating appi sem er að sponsa þættina Sterakastið. Þetta er þáttur númer 62. Fokkar, hefur sagt 69 og þetta verður þáttur 69. Ég hef apeshitað. Já, það er fucking crazy. Þáttur 69 verður fucking insane. Yeah baby. Eigum við að taka hana fastur inn í herbyggi í 24 tíma að taka podcast þá? Það er fastur í boxi frekar. Já, fastur í boxi. Fastur hangandi í 69 alltaf tíma. Oh my god. En við viljum hafa þetta bara stuttulega gott. Downloadið Smitten á Apple eða Google Store, þannig hvað sem að fólk sem að notar iPhone. Ég reyndar fólk sem notar Samsung. Er það einhvað að deyta það? Nei, ég segi fólk með Samsung er orðið frekar nett núna. Það kom með flip Samsung sími. Það kom með flip Samsung sími. Þetta er ad, en þetta er ef við erum með Samsung síma að fá okkur flip síman. Það er eini hot símin frá Samsung fyrir utan símin sem að tæknir mann okkur nota, því að ég vil ekki hann Photoshop á mér. Herðu, við viljum ekki fólk hætti að hlusta á þetta podcast. Herðu, njóta þess að hlusta á þátt nummer 62. Follow us on Instagram, follow okkur á Spotify og Apple Podcasts. Bye. 1000 Kilo Radio, we are live in the studio. Herðu, í dag, apology video. Official apology video. Það sem við sögðum var kannski ekki í lagi. Ég vil meina bara, þú veist, ég og Dóri, að vissu allir, ég og Dóri vorum í mjög svona amalegu ástandi, þannig að þú veist, ekkert eitthvað fucked up, skilur, en þú veist, það var alveg mjög vitað að ég og Dóri vorum í svona, já, þú veist, við vorum ekki fullir, þú veist, ekki heils hugar. Fengu ekki 9 tíma svefn. Nei, og þegar við segjum þetta, þá bara, ég veit ekki, þú veist, maður er bara stundum segjum bara eitthvað, maður er bara svona að reyna eitthvað að vera að fyndin og þú veist, ég veit ekki, þetta álíka átti ekki að fara eitthvað. Nei. Þú veist, já, ég vil alveg vissi ekki að vera að taka upp þegar við segjum þetta. Þetta er gott að eiga bara eitt svona. Já, þetta er fucking gott. Þetta er svona joke. Þetta er svona grín. Það væri gott ef að fólk var að hlusta og væri bara byrjuð, ég mista það. Það voru allir 100% allir að hlusta. En ég hugsa það, ég held það. Já, hendum ég eitthvað gott hljóð hérna. En þetta er að fara að vera pældu hvað þetta er vandræðilegt þáttur samt. Við erum bara að fara að vera að spila hljómborðið, við hefum ekkert að segja. Málið er bara að Dóri Dino, host of Sterakastið podcast, er með COVID-19, nei, hann er ekki með COVID-19, hann er samt veikur. Hann er lasinn heima. Hann er ekki með COVID, sant? Það er svona skrítið að vera lasinn heima, ekki með COVID. Já, það er wimplegt, af hverju myndum að gera það núna? Ángríns. Live your life, semi, NGL. Ekki láta, sko, það er nógu hamlandi að stúsa þessu COVID-dæmi. Ekki láta venjulega veikindi líka stoppa þig. Nei, maður á að vera heima, þegar veikur. Ekki smita þeirra. Ekki smita. Það er fokkilega eldur veikur. Sko, versta, bara svona, það versta sem ég upplýði ever, eiginlega, svona physically, er því ég er svona að æla, eiginlega. Nei, því ég er svona rétt áður en ég æli og er svona nýbyrjar að æla og er með ælupest og ég er svona að rembast allur og bara, þú veist, ég finn bara að þetta er reyndar að gera mig fucking
þetta er búið til Abs of Steel ég fengi haspurur í kveðin eftir ælupest og þegar það er gangi þá ég reynda með fucking góða sögumæður shit, pappi nei, ég má spoila smá allavega, ok, ég verð að segja núna ég var inn í stofu heima ég bý með foreldrum mínum og ég var inn í stofu og í símanum bara skóla TikTokið, tokkaran eins og maður segir og allt í hennu heyri ég inn á baði og þú öskar inn á baði hjá mér þá bergmálar og það er fucking scary gamla syngjaninni allt í hennu heyrist, ég verði að fara smá markmið það kom svona öskur og mér brá svo fucking mikið og ég alveg fylltist af bara svona hita og hræðslu og bara fuck þessar eitthvað og ég var bara oh my god, þetta var bara eins og okkar skrimsli og ég bara labbaði inn á bað en ég var svona, ok, þetta er eitthvað manneskjöndilega labbaði inn á bað, sé bara pappa, hann var að æla og ég var bara, hvað er í gangi? Svo ældi hann aftur, eitthvað og kom þetta hljóð og ég bara, ég hringi á sjúkrabíl Já, ég hef aldrei séð foreldrar mína æla Ég spurði því alveg, ég hringi á sjúkrabíl og hann fór að hlæja og sagði nei, ég bara æla, skilur þetta allt í lagi hann var bara með ælupest, skilur Ég bara æla en honum finnst bara ógeðslega vont að æla hann segir bara, hann finnst það bara fáránlega vont og hann er sko algjör nagli pabbi minn þannig að ég held smá að þetta sé genadæmi ég líka sko ógeðslega illa Já, kannski með eitthvað svona öðruvísi kannski ég var eitthvað super spenntur ég veð bara eitthvað Já, þú voru að kristja það vel út þér sko ég held að vera daginn var á æfingu með Dóra mamma mín sagðist að það var séð það var það í stóri hjá einhverjum eða eitthvað Já, var í stóri hjá Dóra ég sá það ekki þú maður blokka hann Já, ég með mjútaðan Dóra Limitaðan Ég veit ekki hvað það sé eitthvað En mjútaði til og þú veist reyndar þá væri hann að þú veist ég kláraði æfinguna og þú veist bara get orkulegs bara mér líður alltaf eins og með bauga niður að sko höku þeir eru svona eftir svona vott sem þú kerðir alveg virkilega á og svona alveg að dreipast það er alltaf með svona assault bike spretta dæmi þá líður alltaf eins og bauga niður höku en og ég fann það svona byggjast upp svona æluna svona þú veist ég er svona maður byrja svona að spennast eitthvað og ég bara getur ekki tala ég segi bara Dóra fötu hann er í fötu og svo bara er ég með fötunum frá mig byrja að æla út áreynslu fucking vond sko því þið líður hræðilega fyrir mann líður það illa, mann ælir fattur þú, líka minn er bara ég þarf að gera eitthvað en þú er búin að æla það er fucking geðveikt ég tengi alveg að stundum hef ég ælt og svona en þið líður sko bara líkamlega 10 svona betra eftir þú veist, eftir svona æfingar ælu þá bara því einhvern veginn það er einhvað fast í líkaminum hann líður fucking hræðilega þú æluru, það er bara eins og recoveraðir og fast forvöldaðir 15 mínútur í tíma það er ógst skrítið, fucking nice Já, ég hef aldrei ælt út af áreynslu You're not trying hard enough You're not trying hard enough Ég hef aldrei, ég hef alveg ég myndi segja að ég hef tvisvar yfir lífið mitt já, svona í alveg ég get örgulega talað einni hendi það sem ég hef góðað bara svona beyond bara váka þetta var vont og ég gerði meira ég bara gerði meira hraðar meira skilur hérna eitthvað en ég hef aldrei fengið svona það er að koma að æla ég hef fengið bara svona þarf að liðið mig og bara ég sé ekki neitt og bara svona eitthvað þannig fattaru og bara púlsum minn hefur verið bara eitthvað billion skrilljón fucking bara 215 eða eitthvað ég held að sé ekki það að fólk sé ekki að reyna mikið á sig þetta er bara þetta er einhvað með magaðinn með mögulega að borða það fyrir þú veist ákveðna blöndur og ekki næs svona ef að borða eitthvað mjög létt gos og eitthvað annað mjög létt mjög snemma fyrir þá er þetta svolítið bara svona ofalega í maðunum og hann finnst ekkert mála að kasta þið út en ef þú borðaði 30 fyrir ég held að þá er ég ekki beint að æra sko. Þetta er alltaf þegar ég keyri á einhvað og rannsar stutt sinni í borðaði þá bara vill líka losna við þetta ég held að sé eitthvað svona ég held að sé bara hann er bara fuck melting hann er bara hennar líka minn hann er bara fuck this shit ég hef enga orku ég þarf að losa mig við þetta ég er fighting for my fucking life ok, ég er ekki að fara að eyða blóði eða þú veist já, þetta er held ég að því að þú veist hann hættir að setja blóði í vital organs þá bara ælur öllu sem er maður ég held að komi líka eitthvað hormón þú veist í gang bara eins og þú pissar að það hræðslega ég veit ekki, það er bara líka minn er bara refocusing og fókusar og glimta og vart að kveikja þessu pissar að það ég sá fucking sick myndband á hann tvei gæjar að keyra í Mexiko þeir að fara á Cancún þeir keðjumyndband þeir að keyra í Mexiko og svo þú veist og er að keyra einhverju tindir
og þeir gefa eitthvað í einhver bíl elda og þeir eru bara svona út af einhver svona í sveit basically bara svona einhver svona og svo bara, þú veist, kemur bílinn á milljón og þeir lítið hliðar og það eru bara fullt af gæjum með byssur og þeir eru bara, þú veist, óttinn í þessu vídeói, þessi gæjar eru bara oh my god they have guns og svo eru þeir bara, þú veist, það er líðunar yfir gæjan sem er ekki bílstjóri á sætinu og hann er bara öskra gæjan bara go vill hann bruni hinn gæjan tekur bara henduna á stýrinu og bara strax bara please don't kill us bara og gæjan er bara þú skróla niður glugganum eitthvað eru bara að tala þú veist spænsku og gæjan eru bara einn gæjan er bara þú veist byrja bara að glitcha þú veist hann byrja bara að högta og á meðan hinn bara þú veist bara öskra bara ekki dreifbókur og hennar og gæðin eru bara hennar þú veist bara þeir eru bara að segja þú veist að spænsku bara slappa af bara slappa af og gæðin hendir þú veist og þeir er alltaf bara frík út bara sjá fullt af gæðin byggs og þeir þú veist þeir veit ekkert hverju þeir eru hugsa náttúrulega fyrst sem hugsa þetta bara þetta er kartell þetta er bara þú veist bara einhverju alvöru fokkin morðingjar sko og þú ert bara döður það er alvöru hryllingsögur hennar dót sem að gerist í Mexiko þú veist það voru bara mótmæli og þú veist og kartell bara drápu 20 manneskjur í háskólanum og bara að drepa löggur eins og ekkert sé þannig að þetta er crazy shit og hennar besta við þetta er samt að þú veist þegar ég var að lesa kommentina á þessu þetta var bara eitthvað fólk er bara við heldum þetta sé ekki kartell eitthvað því að það gæti verið kartell og þeir gæti verið svona næs við þetta liða þú veist þeir leiði að sleppa að fara bara og hérna út af því að þú veist þeir eiga mikið að svona hérna túristadóti á hótelum og hann keðjum sem að tengja þessu bara svona peningur sem fer í þetta af the drug stuff hann að þeir vilja náttúrulega túrismann og ef það er bara að vera dreifullt af túristum bad for business fattur eða það er líka sagt að það er mikið að bæjum hana hérna sem að eru bara bæjarbúin bara að taka á sig að vakta þú veist, þeir eru bara að passa upp á bæina bara með því að vera bara, þú veist, Jói, Palli og Gussi eru bara hérna með byssunar á pick-upnum bara hvað ég var þess að fucking hrættur að vakta, og þú veist þeir komast ekki yfir það, þú veist, svo byrja hinn að detta inn og þú veist, þeir eru bara það hrættir að það bara líður nánast yfir það og þú veist, það er svo klikkað sem innbætt að horfa á þetta því þeir eru svo sturlar tilfinningar og maður getur pældi hvað manns líkaminn er bara þú ert að fara að deyja ég hef hort á myndbætt af svona gaurum í stríði og það er ógeð sko það er bara að vera skjóta og það er bara gaur bara æl og hræðislendur þú ert bara það sem er hella kótan er hérna hann segir hérna gæðin við bílstjóranum hann segir please don't kill us og þeir tala enga ensku og gæðin segir no problem hann er bara þú veist hann er bara að slappa af ég er ekki að drepa ykkur hann er bara please don't kill us bara no og hann segir no problem fuck ég finnst svar einhver gæðin heldur á byss no problem we're not gonna kill you no problem shit þetta er svo fucking klika þetta er bara þú veist þetta sýnir líka bara þú veist gæðinni voru einhver í byrjun með innpæðis bara horfðu síðan bara vissu ekki hvað þeir voru og næsta sem við vita gaurar með byssu mættir og þeir eru heilingi að hjálpa þeim að sína og þeir eru bara ekki þeir eldu það því að þeir voru bara þú verður að snúa við og þeir bara you go that way you die þú veist bara þeir voru bara að keyra í átt að einhverjum þú veist bara kókaðin verksmið eitthvað fuck man you're dead ángríns eitt sem ég vil hérna ángaði líka að tala fuck ég vil ekki tala því að ég fæ magan og fucking hugsa þetta en alltaf eitt sem að mér langaði að tala eins bara þess að fyndið þegar hún var rúndin hingað það er svo mikill munur sko ég einn með þér ég einn með Dóra var fyrst við þrír saman kemistriðan verður sko allt öðru sig þegar við erum þrír saman þá er þetta eins og leiksýning en það er bara enginn að fylgjast með við erum bara þrír inn í bíl og það er bara offlænum síðan því ég er bara einn eins og núna með þér þá er það bara hvernig líður í alvörunni hvernig líður inn í beini eitthvað bara búin mikið að gera ég var að segja hann bara ég er búin að vera bara fucking stressað maður eitthvað að segja bara mikið gera bla 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 og tala saman og fórum að tala eins ástina sem við tveir gert frekar mikið sko tala bara þú veist tala svolítið bara svona þú ert búin að vera í alveg sambandi í frekar langa tíma og ég hef verið að upplega fullt af svona nýjum tilfinningu núna sem er þú veist eitthvað sem þú tengist við eitthvað tengja 100% við akkurat bara aðeins eftir á já og sem er svolítið einmitt fyndið sko því fólk ég held að flestir sem hlusta svona religiously á okkur held að við séum bara alltaf í trúðagjörnum skilur þetta bara fyndið þegar við erum tveir að þá einhvern veginn erum við svo innlegir eitthvað það er ógeðslega skrítið hérna basically bara þú veist við getum alveg en leið og Dóri bætis við eða þú veist ef ég og Dóri og þú bætis við þú veist, hvenar við þrír dettum í einhvern svona focus, gear, mode einhvern tala actual dæmi dangerous þú veist, ég er að segja að það gerist mjög sjaldan
in a sense, það ógeðslega skrítið því að svo þegar við hittum bara 2 og 2 og 2 þá þetta miklu meira svona actual gutti samræður. Já, ég vorum að tala á hann eitthvað svona bara, þú veist, maður upplifir nýja tilfinningar, sérstaklega það meira svona, þú veist, ég djóka þessi ástsjúkur ég á að vita eða allir sem að hlusta, ég með þokkala nýja kæristu sem heitir Berglind og þú ert búin að vera með kæristu í hvað ár? Nákvæmlega 1 ár og 1 mánuð. Já, 15. Já, sig, ára 1 mánuður slétt. Ára 1 mánuður. Það þeir eru múin að lengur saman eitthvað svona, en ég djóka bara að ég sé bara svona ástsjúkur, skilur eitthvað svona. Þetta þetta, þú veist, það svo fyndið, þú veist, þetta honeymoon phase eða svona byrjun á tímabili sem maður bara eitthvað, þú veist, maður hugsa bara aðeins öðruvísi. Þetta svona eins og þú ert með eitthvað svona mörk, þú veist, sem þú svona hugsa skynsamlega alls konar ákvörðun og þannig og þú bara fyrir til manneskjum bara bæti við 10% við þessi mörk. Þú veist, það bara, við vorum að tala að bara, þú veist, maður upplifir einhverjum tilfinningar og maður verður, maður bara fucking crazy og ég hef oft bustað sjálf á mig bara, oh my god, ég að vera fucking crazy, skilur og eitt sem ég líka teki eftir sem svona svolítið öðruvísi þú veist, maður veit alltaf að maður vill þroskast sem manneskja maður vill svona sjá slæmi treyti sín og ekki kæfa þau en þú veist bæta þau og vera betri og þú veist þetta eitthvað sem maður veit alltaf og já, þú veist þetta eitthvað sem maður veit alltaf og maður segir þetta, ég vil vera betri manneskja skilur svona og núna þegar ég upplifi þetta að vera fucking crazy maður bara crazy eitthvað þá upplifi ég bara eitthvað wow, þarna kom eitthvað treyt sem ég vil ekki hafa ég finn bara svona, nú ég gera eitthvað ég á ekkert að gera þetta eitthvað svona og það er miklu erfitt, bara eins og með gymmið það segir þér, já, maður við nú að hreyfa sig og hreisti, en það er bara erfitt þú veist, þú verður bara að rækta, skilur mig og þú ert bara að vinna í því og þetta er svona fyrst skipt sem ég upplega bara svona þannig og sérstaklega ég held að það er svona ítt undir það þegar maður verður svona íttur í allar tilfinningar út allt, skilur. Já, þá verður þetta bara miklu erfiðar einhvern veginn að handla þetta, sko. En það fannst mér líka samt vera svona góðu tími til að spotta svona hvenær er þetta að vera crazy, hvað er í gangi hér, skilur. Spotta á hérna, af því það er erfitt að þú fattar ekki að þú ert svona magnaður, þú veist, tilfengar eru magnaður og þetta er líka oft, þú veist, líka akkurat þegar maður hendur einhvern samband, þú veist, og þú veist, þetta getur verið einhver splunkun í tilfinning. Eða alltaf þegar kemur poppar eitthvað nýtt upp, þá náttúrulega hefur ekki fucking hugmynd hvað er í gangi. Og þú ert bara fucking on the spot, gunn í þetta og þetta er einhver sem að, þú veist, það er enginn sem að kenni þér að handla þetta, segi þér hvað er eðlilegar pælingar, hvað er komið svolítið íkt þú veist það er ógeðslega lítið talað einhverja hluti sem að maður að fara að lenda í það eru allir búnir að lenda í að fara að lenda í einhverju svona sambands, maka, ástar, tilfinninga, spektrumi. Ég hef hugsað sko, ekki endalega með samband sérstaklega þegar maður er skorin 24 og svona, en ég hugsa bara svona eins og lífsleikni í grunnskólum. Þá spá ég svona af hverju er ekki geðveikt mikill fókus á mannleg samskipti. Þessinn svona, þú veist, fyrir kynlíf kannski og bara í samböndum og hvernig ættir að búast við að líða hérna og þetta hér og svona, skilur mig, eitthvað svona. Mér finnst eins og lífsleikni og lærði bara hvað getnaðvörðin er og þú veist, fóða samþykki og maður er svona það er svona, þú veist, alveg getur googlað með smokkinn og ég veit þetta með samþykki skilur eitthvað svona, fattur mig, þó er mikilvægt að segja þetta og alltaf svona grunnstíi, sko, það er aldrei svona kafað eitthvað eða þú veist, reynda leyfa krökkum að tjá sig, það er endur fokkin er þetta við einhvern grunnskóla að spila fólk hvernig líður, það veit ekki hvernig líður en það er alltaf lagi held ég að þú veist, vera að hendi einhver svona samræður, sjá hvort eitthvað gerist þú veist, byrja að tala um eitthvað svona líka því að þú veist, maður gæti forðast held ég helviti mörg svona mistök og svona feilskref sem maður þarf að bakka svo út úr hérna ef að maður fær guidance, þú veist, og það er alltaf gott að feila ef maður er með rétta hugafarfattur og maður getur sagt, þetta var feil, learn from it, ekki svona aftur, núna veit ég þetta bara. En hvað þekkir maður ógeðslega marga sem eru bara epic fail, ég ætla að gera nákvæmlega saman aftur. Epic fail, eða epic fail, hvað á ég að gera núna og gera ekki í réttan hlut hafa ekki það skill að vera bara ég ætla ekki að gera þetta hér ég þarf að passa betur þetta hérna þetta er eitt af uppáhaldinu mínu við sko Brazilian Jiu-Jitsu uppgjafaklímu það er svo hands on ef þú drullar þá getur þú bara hugsað hvað gerði ég vittlaust þetta er þér að kenna og bara svona hvað get ég bætt og hérna fattar mig manneskjan kyrkti þig út af þessu hér og þú gafst þetta upp eða skilur mig svona fattar þú þannig að það annarkvort það er svona perfect svona you win or lose dæmi þú veist það er ekki bara eitthvað þú klárar heila crossfit-æfingu og hinn var á undan þú getur ekki beint svona ég hef kannski slakað þess á í þröstörnum eða eitthvað, ég veit ekki, það er ekki svona hands-on bara snertir eldin og brennir þig, skilur það er geðveikt við Brazilian Jiu-Jitsu sko. Það er mjög gott og þetta kannski kennir manni
þú veist, maður á náttúrulega að vera að grípa alls konar svona móla úr daglegu lífi og láta og tengja við einhver svona sko. Já, þetta er svona humbling sport. Já, þetta er humbling sport sko, þetta er ekki sport. Við erum núna, þú ert að mæta hvenær? Ég mæti stundum í hádeginu, en þess að gær mæti ég klukkan 5. Bara frekar random, já, þegar að henda mér. Það er fucking nice. Ég þarf að hoppa mæta hans til Kristjáns. Já, það er fucking gaman, það er svo skemmtilegt. Þetta er svo skemmtilegt sport, þetta er svo gaman. Þetta er svo gaman sko. En eittina, eins og með að verða emotional sem gerir stundum í jitsinu, þetta er eftir útskýrita, þetta er bara ég rætti þetta við bara pró á hann með svartbelti, skilur við, hann bara þetta gerist all the time og svona ég besta analogy, það er bara svona þú ert kannski illa upplæður, eins og núna ég færi núna á glímaæfingu, það er svona frekar illa upplæður, þetta er bara búið fucking langur dagur, bara geðað mikið að gera og svona úfók, ég ætla að fara að æfa. Svo gerist það í brasilísku jiu-jitsu að við erum að glíma og þú getur svona krankað og svona meitt en það er enginn að fara að tappa, þú ert ekki að læra neitt, þú ert til bara að meiða douchebag move. Já, þetta er svona douchebag move eða bara þú veist, heldur utan hausinn og þetta er svona sem spassar gera mjög mikið þegar þið kunni ekki neitt og bara svona kreista hausinn og þú ert svona þetta er fucking vond en þú veist, ég er ekkert að fara að tappa og ég er ekkert að fara að breyta neinu, ég er ekkert að fara að gefa það neitt, skilur, þetta er bara vond, skilur. Þetta er bara eins og komið kæmi og bara reynir að halda fyrir munnin og nefa og kirkja. Já, þetta er bara svona eitthvað þannig, hvað það gera, skilur. Ég er alveg að fara að ná einhvern veginn aðeins að anda, þetta er bara fucking stupid. Já, og ég lendi mig í því eitthvað á æfingu að ég var ekkert illa upplæður en þetta var klukkan 5 og ég var búinn að vera að síðan mjög snemma, skilur, og hvað var það? Ég held ég sé, þú veist, ég er onu honum í side control, það sem skilja hvað það þýr, ég er bara svona, ég er með yfirhöndin eitthvað og hann er svona kreista hausinn á mér, bara svona kreista hausinn minn og ég var, þú veist, þetta var svona move nummer 3 eitthvað sem var svona, þetta er bara vond, hætta með mig, skilur, eitthvað svona og ég varð í svona 3 sekúndur, þá var ég ætla að fucking öskra, ég var bara ekkert eðlilega pirraður, en ég gerði ekkert, ég skal setja eitthvað hnéð mitt, bara svona nýræta eitthvað og ítti eitthvað svona, bara speysaði þannig að komst frá. En ég var bara, vámar, talaði mynd við eitthvað svartbending, hann bara, já, þú veist, þetta er bara hausinn, skilur, það verður bara að passa það hérna og ég var bara, hvað ætli þetta sé í mörgum sportum? Það sem það er bara að vera að fucking testa þig, bara hvernig ætlar að brotna að vera smá fucking klikka, skilur. Það þú veist, af því að við enda höfum aldrei farið í svona competitive eitthvað fótbolta eða eitthvað svona geðið high level stuff kannski þú aðeins handbolta já en samt svona barely en þú veist það er svona það er manni alveg svona að vera að klípa ég var alveg að heyrt það í handbolta að menn geta verið fokkin grófir þú veist ég félagi minn var alveg komin svolítið high level handbolta og hann tala hvernig þú veist sumi gæði voru fokking óþolandi að vera á móti og hann alveg bara þoldi ekki út af svona klípa slá í pungin og svona fokkin leiðindar högg sko þannig að það er alveg en þetta er kannski svipað dæmi okkur að vera eitthvað þú veist að kreista hausnar á óþörfu í einhverju glímu og svona og vera eitthvað fokkin dundraði í pungina þegar dómarinn sér ekki eitthvað svona það er svona mér langar að öskra þig segir að fokkin hætta en þú veist ég get það ekki en það sem er líka svolítið trikki við glímuna er að þetta er ekkert banna það er ekki að stelast, það er ekkert rautt spjald þetta er bara þú mátt alveg kreista þetta er bara og dómarinn horfði bara á þetta var í keppni og bara þú veist kannski næra að tappa eitthvað svona, ég veit ekki þannig að það er bara svona, þetta er bara steikt skilur, þetta er svona fyndið eitthvað ég man alveg akkur þegar maður var ég er eiginlega mjög lítið lent í þessu núna þegar minn einhverjum enga tímum bara, ég hef lítið mætti en ég man way back þá enga tíma lent ég á svona gæði sem var bara, þú veist, ég var bara pirraður og það væri bara svona, sorry en þú veist, ég er aðeins betur en þú og þú ert að gera eitthvað svona kjaftaði og þú veist, ok, þú veist, þú ert núna að ákveða leikinn ég ætla bara að mæta þig þar og þá fer maður bara fucking vera leilar á móti þú veist, ég púlaði það fyrir löngu og var bara fucking pirraður og fóð það bara, ok, ég get líka alveg bara leið á fucking hálsinni einum þú veist, ég get alveg sett nýð bara fucking á þindina hérna þú veist, sérstaklega mér er að vona á fattur þú, þannig þetta er svona sport sem maður getur svo sem mættur þá og getur verið bara ok þú gerir þetta svona hann sagði mér, þú veist, eins og gæðin sem ég var að tala við hann er með svartveldi og hann er eiginlega við alla hann getur, ég ætla að tappa þig núna ég ætla að submita þig núna þú ert búinn, skilur, bara þarna, skilur hann sagði mér þetta einu svona daginn eitthvað, þá var hann fucking illöflaður eitthvað og var undir og var bara svona að leyfa því að gerast hann er bara mjög góður og bara leyfa gæðinum að sprikla á sér eitthvað og síðan eitthvað, hvað var það aftur ég man ekki hvort hann var bara að kreista hendina hans eða eitthvað og hann tók bara tantrum og bara, þú veist, mætti honum strax og bara eitthvað, tók hann í eitthvað choke sum choke eru sko ekstra óþægileg eins og diesel squeezer sem að Kristján er fucking góður í er ógeðslega óþægilegt það er fucking vond það er þú svona kýlir í hálsin það er svona að þú ítir svona hnefanum og þú bara svona
bara svona, þetta er ógeðslega óþægilegt. Það er 100% til og líka þú veist, en það er líka svo pirrandi akkurat, eins og þegar það er til svona stöður sem að þú ert bara ok, hann er í góðri stöðu, þú ert í slæmri stöðu og stundum Er Kristján, þið ekki mæta mest til hans? Jú. Og stundum getur þú sko hérna hendi þú veist að einhver svona kirkingar frá verri stöðunni og það er einskil sem Kristján Gilli, já, hann er góður því sko það gerum að fucking pyrra hann þú veist, og það er smá svona what the fuck, þú veist, ég var í betur stöðunni og náður að kirkja mig og einhver kannski kirking sem er bara eitthvað svona Kristaháls, það er maður bara eitthvað svona þá verður maður að fucking pyrra það er bara fuck this shit ég á að vinna þessa glímu. Heyri, mér langar að tala um eitt svolítið fyndið. Það var beðið okkur sérstaklega það voru nokkur sem sendi einhverjana með þessa liði ég sagði bara, hei, senda okkur liði til að taka og sem ég sendi nokkur hluti og við ætlum að spara eitt fyrir bara einhvern annan tíma og svona hitta þetta menn þetta er eitt mjög easy sem að gæi kom inn með hann var að spyrja ykkur svona tekið svona top 3 svona þægilegt og óþægilegt talandi svona dóti eins og bara taka sér húin og klóra sér hausinn eitthvað sem er svona out of the ordinary skilur classic TikTok joke eða eitthvað top 3 eða 3 moment sko mér strax að taka sér húuna sko ég tengi lítið við að taka sér húuna en fucking nice að fara úr skónum eftir að vera í þeim langur tíma ég hef hérna bara það er let's go ángriðs fara úr skónum og þú veist þú bara kólnar strax og þú fattur vá hvað ég var bókstaflega með a fucking swamp í skónum mín það er svo nice og kannski úr sokkanum og fer úr þeim svona eins og Ace Ventura þegar hann inn í fílnum svona, nei þegar hann fyrir á nærbuxum þú veist, þetta er svona það blautt ég er ekki að segja ég sé það en svipað hefur verið lengi eins og Dr. Martens bara heil lengi já svipað sko ég var í glæni í Dr. Martens fucking lengi og hérna ríkur fór síðan úr Dr. Martens stokk og þeir voru svona lágur Dr. Martens ekki háir þannig þeir eru bara svona steinn sem ég bara eitthvað þeir lukka fucking háir fór úr þeim eftir langan dag og það var bara fucking gott maður er svona frjáls þú hreyfir bara tennur og ert bara nice líka sko en hvað þetta er gott ég er að pæla henni fólk með toe fetish er það bara að skrá sig í mjölni út af því að fólk eru tán Joe reyndar ég verði að tala eitt með þetta ég er svona side note hjá mér þegar segja við þig þannig að ég ætla að segja eitthvað hérna Joe Rogan talaði að þú veist eitthvað svona yeah it's just you know when I see pretty girls and they have pretty feet I like it skilur og ég var eitthvað svona ég tengdi alveg svona við hann ég tengdi alveg við hann eða svona þú veist super side algjörla og með fallega fætur þá fæ ég svona damn fætur damn feet nice ég tengi alveg við sko en ég persónulega ég gæti aldrei sé bara mynd af tám bara rammi og bara tær ég er ekki að fá boner yfir því við erum að tala um það þú veist bara að fá fucking boner og geta bara wankað inn út þannig að það er til eitthvað sem heitir foot job og þú veist það er til fullt af svona fætti sem er kring það sko þetta er hand job þetta er Steve job þetta er Tiger Woods það er til Macadamia Nuts nei fattar þau Steve já ég fattar það jobs ég fór bara eitthvað batter bara það er helst ekki til einn annan jobs nei hérna en haldum það áfram með food job heldur það sé fólk að skrá sig í mjölni út af því að það sem ég segði með þau sagði þetta þau sagði ég var náttúrulega að segja við gæja bara heyrði ég á gaur er þetta að spara einhver sporti því hann var náttúrulega í bóksinni í mjölni bara prófaðu frálsum uppgjáðglími prófaðu jitsi bara gerðu það maður hann bara það er svo fucking hommalegt maður það er allt hommalegt og ég var gaur því fyrsta lagi það er weird að hugsa glímuna sjálfa kynferðislega það er ofta skrítið sko. það er skrítið skilur við og örlega þú veist að það vera bara nei it's gay þannig það er svo fucking skrítið weird sko það að því að þú veist en þú veist ég hef alveg lent ég viðkenn samt sorry ég sé að réttla það sem ég segja þetta en ég viðkenni það er ekkit uppáhaldið mitt því ég er bara með cock and balls on my face sko það hefur alveg gest sko svona north south og þetta er svona vandrarlega stað einhver og rúlar eitthvað og svo bara svona og þú er bara með sem ég bara balls í andlutinu skilju maður er alveg 69 sko maður er alveg bara hérna þetta er alltaf bara fucking mikið kontakt þetta er náttúrulega crazy og maður er bara liggjandi og knúsandi það sem ég finnst svo epist við jitsi þetta er bara full on contact sport og þú getur semi-góð full effort ekki alveg en semi og það meðist enginn ég var að klífa um þetta gæja
fucking massaður, huge gæi og ég var bara frekar scared for my life, skilur hann bara huge fucking athletic gæi og hann var alveg svona, þú veist, hann charger hlutina, skilur, hann svona rosalega góður í taekwondo, hann alltaf svona hoppa, skilur, svona hann er með svona explosive, þú veist, ekki bara svona nær hann bara og slagur, hann svona keira sækir og bara svona rikki, skilur, eitthvað svona og hérna já, ég náði alltaf að tapa, skilur en þú veist, það var svona þú varst alveg stressaður en ég náði þess að ég meitist aldrei, en ég náði alltaf að tapa það sem er svo gegn, en þú veist, box full effort og hittir búið þú ert rotaður, eða fattar mig og þú ert bara heilinn hristist já, búið ég spáði samt stundum ætla að hafa verið að gera rannsókn til lengri tíma ætla að sé óholt að vera tjókaður 3 á dag í 10 ár sko, ég var að rökra einhvern tímann við eitthvað en að fólk eitthvað segja mér að það væri hættulegt ætla að sé bara jafn hættulegt og að rempast jú, ég man eftir því, hérna Emilía sagði við mig að það væri hættulegt að svæfa einhvern og ég sagði já, svæfa einhvern, trú því, en ég er spáð sko æfa jiu-jitsu, þá sopnar þau mjög sjaldan já, ég segja, svona mjög sjaldan og máli er að ef þú vilt drepa einhvern með því að kyrkja einhvern þú þarf að halda tjóki í 5 mínútur og 30 sek nei, er það ekki þannig að þú veist, ef þú tjókar einhvern og liður yfir hann það er ekki út af súrefnisskorti það er að blóðflæði heilan og þarf að vera ekkert blóðflæði heilan í 5 mínútur til þess að drepa mannesku til þess að heilin bara er fucked á því, finito þá þarftu það eru náttúrulega, og svo bara, þú veist ef þú tekur mínútu, þá eru að tala um þá byrjar að koma heilaskaði tekur 2:30 dauður eftir 5 mínútur þá er manneskjan kannski búin að, þú veist, þá er hann ennþá verri en það tekur fokkin langt tíma, þannig að þeir eru að horfa á bíómynd næst og bókstælega gæði kemur eitt sem er smá fyndi sorry, ok, og þá þarf hann að klára 5 mínútur bókstælega, þetta væri og svo smá bið ég er að drepa hann bókstælega þyrfti að vera í fokkin tíma og hennar, þegar kemur hennar gæðin væri bara næst, losa þær bara, miklu betur kýrstæl það er eitt einna sem er skemmtilegt að vita sem þjálfari 5 mínútur eru slettar 300 sek það er svolítið skemmtilegt 5 mínútur AMRAP, það eru 5 mínútur AMRAP í víkendryggin í dag ég hendi, hei, bara 300 litlar sek eftir ekkert mál, það í hausnum á mér er ekkert það mikið þegar einhvern segir 5 mínútur í viðbót þá er ég á hjólinu, skilur ef einhvern segir 300 sek, þá segir 1, 2 upp í 300, ekkert mál 2, 3, talt upp á 3 ekkert mál, gerir þetta, þú veist 100 sinni viðbót, þá eru komið þetta 30, ok, þetta er bara 10 sinni viðbót þá eru komið þetta, skilur mig? Ég skilur ég hugsa svona, ég hugsa alltaf ok, 5 mínútur, það eru bara 2 mínútur og þá er bara 1 mínút eftir en 1/12 af klukkutíma horny damn, 1/12 af klukkutíma hvað er drótin af 25 mínútum eftir? Nei, jú, já nei, 25 bara mínútur ég segi stundum þeir eru 30 minna heima 5 myndir búin að þeir eru allir að vera búin þess að brosi og horfa alla og allir bara brotna niður ég hendur stundum í er þetta worth it? Er þetta worth it? Er þetta svona gaman? Þú veist, það er sko, það er ég held að fín lína að fokki fólkið æfingi má ekki vera overfið ef hún er overfið þá er þetta bara leiðilegur þá þarf maður að vera smá svona fuck, þetta er æfing en ef æfingin er bara allt í lagi þá er maður bara á maður að fokka sér mikið maður getur sko inn á milli samt hendur maður ef það er mjög stutt og fucking það er alltaf leið en bara 40 mínútur AMRAP full send það er bara að byrja að gera grína fólki violent, já það er bara það er insane það er spurning hvort að maður vinnur í sig smá sko og þannig meiri fettis vinnur svona smá fíla að þú náttúrulega fílar að þjást þegar þú ert í CrossFit og að þjálfa þá fílar líka að sjá annað fólk þjást maður er bara að vinna massa svona einhver svona weird fettis komplex en gauð, það er fyndið eins og segir með sko maður fucking tær og eitthvað af því ég tengdi þetta með Joe Rogan og eitthvað hvað ætla ég að segja alveg rétt, já ég postaði sjálfur á Instagram mynd af tonnum á berlinni hún er með svona ég veit ekki hvað þetta heitir svona hvítt spott ekki fæðingablettur veistu hvað þetta er? Veistu hvað þetta heitir? Ekki hugmynd ég man ekki hvað þetta heitir en hún er með þannig löpunum á sér sumstaðar og sumstaðar snáleikumunum og mér finnst það bara ógeðslega flott þannig ég er bara fallegustu tær sem ég sé all lífið mér skilur og ég hef aldrei hugsað þetta og aldrei verið bara damn
ljóta tær, flotta tær Já, þú aldrei gert það grein Þannig ég held að þetta sé fokki mikið bara að þú ert kannski með einhverju hugmynda mannesku og þú ert svo bara, wow, olbóðarnir ert ekki að grínast, fattar mig? Ég held að sé alveg svolítið svoleiðis Ég held að sé mjög mikið svona, þú veist kannski eitthvað svona persónuleika dæmi og þá hugsar allt eitthvað svo jákvæmt eitthvað, ég veit það ekki Það gæti verið bara, þú veist, þegar maður með eitthvað manneskjana sem maður svo ásvangin af þá maður bara, you got great feet eða sem maður bara, bara Einmitt, það finnst fakt, sko. allt flott manneskjana sko. Heyri, eftir 3 ár þá hataru hata þennan ángriðs með svona pílu Núna þá ertu bara getur stungið öllum 5 í vinnaður Öllum 5? Já, easy Sko ég væri til að vita svona fútfættis fólk Þú veist, hvað er þingið? Þú veist, hvað viltu gera við fætunar? Viltu fá allar 5 tætnar upp munnar? Nei, ég er svona footjob En viltu eina tá upp munnar? Nei, footjob er runga Nei, ég veit það En hvar dregur mörkin á hversu marga tæru viltu munnar? Já, ég held að það sé kannski bara Er að fá 5 tæru upp munnar sér svolítið eins og að vera að gefa blowjob að fá tippið og pungir upp munnar? Fattur mig? Já, ég fatt það Herru, já, eitt hérna Þú veit væri það góða miskilningur Eitt, en núna, þetta er ekki sponsið okkur lengur Blöss En hérna, við vorum alltaf sponsaðar Blöss Og hérna Rest in peace, það spons Ekki samt rest in peace endilega, sko, en það endaði mjög vel Minni bara þegar sponsokar eins og er Hérna Eitt sem ég hugsaði, sem er gott Við beilum á Blöss bæði Eitt sem ég hugsaði að vera gott Hérna, sem er ógeðslega gott Ennþá tabú in the boy industry En sjálfsfróun að fá það múfu er svona 850 sinnum betur en að fá það út á hendinu sinni Ég ætla í alvörunni eiginlega bara að fakta þetta Ég held ég geti í alvörunni að fakta þetta Ertu með reynslu það? Ertu mótmæla? Viltu no comment? Ég ætla að segja að ég er ekki sammála Ertu ekki sammála? Ekki, þú veist að þú ert náttúrulega að segja þetta sé bara eins og Ok, ég er íkja smá spice, ekki 850 sinnum En ok, ég ætla að segja 2 sinnum betra, það er samt fullt Já, það er hellingur mikið, sorry, þú sagðir 800 Já, það er meira ekki sens, en ok, 2 sinnum betra 2 sinnum betra heldur en handjob Já, sjálfur, ég meina sjálfsfrón Sjálfsfróna handjob, það er weird að segja ég gaf mér handjob, weird, sorry, rungaði sér 2 sinnum betra Hvað maður þú segja? Jafn gott bara, en verra? Nei, öðruvísi Bara öðruvísi? Held að Já, ok, ég myndi segja bara 100% betra Segja öðruvísi, ég segja must try Must try? Ég segja must að prófa Já, ef þú ert maður sem stundar Sjálfsfróðan, já Ég 100% sko Þetta er snirtilega dít Það er fakt Hérna, svo hugsa ég líka eitt fucking weird Ég veit ekki hvort það sé ógeðslegt En mér finnst fucking þægilegt Mjög ofta ég fyrir svo að klæja mig fucking mikið í ylinn á löpunum mér bara insane mikið stundum Það gerist svona kannski einu sinni í viku eða eitthvað Það bara klæja mig alltaf fucking mikið í ylina Og ég bara violently klóra mér Sko ég hata að sé fólk klóra sér Og mér finnst það fucking gott Ég fæ bara Það er einhver við það Þetta er einhver pet peeve hjá mér Að sjá mannesku klóra sér að krafti Ég get ekki hort það Já, ég hef hort að félag minn klóra sér svona til blóðs Mér finnst það ógeðslegt En það þarf ekki að vera til blóðs sko. Fyrir mig að vera eitthvað klóra sér í svona 5-6 sekundur Og ég bara svona Ég þarf að stoppa manni Það er mjög erfitt að vera í krigum Því að þú máttar að klóra þér Og ég get alveg ride it out sko. En ef þetta er eitthvað svona Byrja að klóra mér, ok, stopp Það er ekki stað, komin Byrja ekki að klóra mér Fólk á YouTube fekk sér leiklistina Það er þegar ég ímynda mig bara þú veist ok Negluna hennar er á húðinni henni og er að skrapa húð, dauða húð og venjulega húð af húðinni. Það er sem bara að hugsa. Þú hugsa svona zoom in, slow motion. Sorry, já, ég hugsa bara þú ert núna að grafa í húðfrumuna hennar, undir negluna hennar og bara út allt og ég svona, það er kannski panikinn, ég hugsa mikið hvað er að gera. Heyrðu, eitt hérna, fakt sem er crazy, ég er svona eiginlega hættur að naga negluna mér sem er fucking insane. Ég hef gert það í svona 4 ár. Það er hella. En það er búið að vera fucking erfitt. Hvernig er það að hætta? Ég er alltaf að gera, fólk sem er á YouTube sér þetta, en ég er alltaf að gera svona. Ég er alltaf svona íta nöglunum einhvern veginn inn. Núna gerir það að ég fæ svona urge, ég ger svona þessu, ger svona og svona íta minn að ég fæ svona urge. Og þetta er alltaf bara, þegar ég er meira stressaður en ekki,
að þá byrja ég, skilur, hérna og börsta með svona setja nögluna í tönnin eitthvað og bara svona, nei, stopp eitthvað og ég hef aldrei verið svona lengi, svona consistent ég hef verið svona 1,5 mánuð eða 2 eða eitthvað, bara ekki að naga og það er fucking insane. Ég held sér ekki það er erfitt sko. Mér finnst það mjög erfitt, ég prófa naglaki og allt sko og það virkar ekki? Já, ég bara hélt áfram. Fuck, það þetta hella. Já. Það ógeðslega erfitt að hætta naglirnar. Ert þú ennþá á naglirnar? Ég er búinn að vera að gera það í 25 ár sko. Fuck. 25 ár, elurni? Bara síðan ég fættist, ég hef ekki náð að hætta. Tæknimaður okkar ekki eða stressaður ungum maður sko. Bókstaflega, baby style. What the fuck? Ekki stressað sko. Já. Oh my god, þannig við erum running out of time. Þessi þáttur var stuttur og laggóður. Ég verð að segja eitt sem mjög ógeðslegt en ekki gott. Það er að vera í heita pott og tættanum með snert tættanum. Þú mátt segja eitthvað ógeðslegt líka. Mér finnst það alltaf læg. Ég er að mista ógeð. Ég náttúrulega var að segja eitthvað sem ógeðslegt. Það var að láta fá klók. Alveg rétt. Heyri, örstuttur þáttur á Sterakastinu. Takk kærlega fyrir að hlusta. Við verðum í bandi næstkomandi mánudag, þar að segja í næstu viku. Checkja okkur Instagram, checkja okkur á Spotify, follow okkur þar og follow okkur á Apple Podcasts. Við Hippie Parade, við erum komin í 1000 fylgjendur á Instagram. Fuck yeah. Let's go baby. Ef að reels eða vídeos sem við postum láta okkur hlæja, þá verður að setja það í story. Alltaf að læka. Allan að senda það á 50 manns. Mömmu ykkar. Mömmu ykkar. Tekin. Bye.